Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, næst ætlum við að segja frá rannsókn á innritun í framhaldsskóla út frá þjóðfélagsstöðu nemenda og út frá fyrri námsárangri á tímum samkeppnisprófa. Líkur á námslokum á framhaldsskólastigi voru rannsakaðar og á línunni frá Akureyri ætti að vera Þorlákur Axel Jónsson, nýbakaður doktor í menntavísindum frá Háskóla Íslands sem vann þessa rannsókn. Heyrirðu í mér, Þorlákur Axel? Já, ég geri það. Heill og sæll og til hamingju með nýbakaða doktorsvörn. Var það ekki bara fyrir nokkrum dögum eða vikum sem að þú varðir þitt verkefni? Já, alltaf sé ekki 2 vikur á morgun. Já, einmitt. Takk fyrir það. Þetta góð tilfinning að fá svona verk í lokið. Það ekki? Já, fylgir því góð tilfinning. Ertu búin að vera lengi að? Já, mörg ár. Já. Og varstu með andmælendur frá erlendum ríkjum? Nei, ég var með íslenska andmælendur og þetta fór fram á íslensku. Já, einmitt. Sem óvenjulegt. Já, akkurat. En við ættum kannski að ræða því að á miðöldum þá var latína aðal kennslumálið í skólanum á Skálholti og á Hólum í Hjaltadal sem biskuparnir settu upp væntanlega 1056 og 1106 og latína var aðalmálið. Já. Og í rauninni var ekki ætlast til að neitt væri að skrifa á íslensku. Nei. Samt urðu allar þessar miklu bókmenntir á íslensku til. Já. Þannig að þarna var eitthvað í þjóðinni sem að bjargaði málunum. Þannig að við notuðum íslensku til að skrifa allar þessar bókmenntir. Á meðan að Danir skrifuðu á latinu, Saxo Gamli skrifaði sögu Danmörkur í 4 bindum á latinu í löngumáli. Norðmenn skrifuðu ekki neitt, kannski eina blaðsíðu í einni bók sem annars talin á íslensku. Já. Og Svíar, ég veit ekki hvort þeir kunni eitthvað að skrifa, en við lærðum þetta af englendingum, að skrifa á eigin máli, skrifa eigin sögu á eigin tungumáli. Það hefðu þeir verið að gera. Og við notum ennþá stafrófið sem englendingar kendu okkur eins og þ og eð. Við höfum þetta 2 bókstafi fyrir eitthvað svipuð hljóð. Já. Og flestir láta sig nægja einn. Herðu, þetta var nú svona minn inngangur og já, þetta var bara mjög fróðlegt og næst þegar við töpum í íþróttum fyrir Norðmönnum þá ætla ég að segja við þá og minna þá á það að þeir hafa ekki skrifað neitt á meðan við vorum yðin við það að Segðu þetta, en ekki bera mig fyrir því. Nei, ok. Heyrðu, en við skulum þá vinda okkur í þessa rannsókn þína. Ég veit ekki alveg hvað við eigum að byrja. Jú, ætlum við erum ekki að vita eitthvað svona aðferðafræðina. Segðu okkur í hröðu og stuttu máli frá því hvernig rannsóknin var runnin. Já, þetta í grunninn fylgnirannsókn, eins og það kallað. Og þá reynir maður að skoða hvernig eitt hangir saman við annað. Og þetta var meginleg rannsókn, þannig að við notum tölur. Já. Og það var tekið þversnið sem svo kallað, þannig að það skoðaði 1 ár. Já. Og svo var hópnum fyllt eftir. Já. Við skoðaði hópinn sem innritaðist 2006 og fyllt honum eftir til 2012. Já. Og þetta náttúrulega, þegar var byrjað þá þurfti að hafa smá fjarlægð. En já. Þetta hugmyndin. Já. Og svo hægt að þetta allur hópurinn en það næst ekki allur hópurinn með af því að sumir innrituðust ekki í framhaldsskóla þá þeir ekki með, það var nú lægra hlutfall þá en nú. Og svo þurftu nemendur bæði hafa tekið samrænt próf í íslensku eða ensku og þeir þurftu að hafa mætt í PISA-prófið þarna vorið. Já. En það gerði ekki nærri því allir. Nei, hvað kallar þau samkeppnispróf? Eru það öll þessi próf sem þú nefnir?
Nei, ég kalla það hérna, samkeppnispróf voru samræmdu prófin í lok grunnskóla Já, í íslensku, ensku og stærðfræði. Þau voru þá, 2006, þá voru þau að forminu til valfrjáls. Nefnandi mætti eða vildu eða slepptuðum eða vildu. já, En á sama tíma var í gildi reglugerð innritun í framhaldsskóla sem mælti nákvæmlega fyrir hvaða einkunn þyrfti að fá í hvaða fæi til að innritast á braut eftir því sem skólarnir höfðu ákveðið. Já. Þeir höfðu kannski ákveðið til að innritast á málabraut, þá þarf að hafa 7 í ensku já, og til að innritast á náttúrufræðibraut þá þarf að hafa eitthvað tiltekið í stærðfræði. já, já, Þannig að þetta var mjög nákvæmt. Þannig að ef að nemendur voru í einhverju keppni að komast í einhverja tiltekna skóla, já, þá skipti öllu máli hvaða einkunn kom upp úr kassanum á samræmdu prófunum. já, já, Og þetta var toppurinn á því sem mætti kalla svona stjórnhyggja eða jafnvel hægri stefna, kannski nýfrjálshyggja. Þegar að verið að reyna að setja stífan ramma og fyrirmæli skólahaldið. Það hefði verið sett mjög nákvæm námskrá þarna aldamótin sem Björn Bjarnason gerði og var að sjálfu sér bara merkilegt verk, þessi námskrá, sett fyrir alla framhaldsskóla. Og svo átti að fylgja henni eftir með samræmdu prófi samkvæmt þessari námskrá. Og það var reynt þarna 2004 og 2005 eða 2005 og 2006. En það fór út og þúr af því að nemendur mætti ekki. Ég var þá að kenna í framhaldsskóla. Þau sögðu bara við erum búin að taka samræmdu próf og við ætlum ekki að taka fleiri. Ég man daginn þegar þetta var lagt fyrir íslensku prófið þá bara fóruðu upp blessu börnin og þetta var allt koll, þessi tilraun. En þetta var nú lítið rætt af því að við vorum að þrasa við kennararnir vorum að þrasa við yfirvöldum styttingu eða ekki styttingu. En þetta var sannarlega hugmyndin og það var verið að reyna að koma liðinu til að keppa á fullu drukki að komast í tiltekna skóla. Já. Þetta korteri fyrir bankarhrun þegar við hegðum okkur sumpart öðruvísi en við erum vön að hegða okkur eða hvað? Já, þetta var eiginlega, þegar þú segir að þetta hluti af sömu slökunarstefnunni varðandi reglur að skólanum var sagt að þeir réðu sig sjálfur. Þeir áttu skipuleggja skólastarf en þeir áttu að fylgja námskráni og þeir áttu að taka þetta samræmda próf en að öðru leyti réðu þeir sér sjálfur. Já. En fyrir þennan tíma þá var þetta norræna líkan í menntun sem að gekk meira út af það að stjórnvöld hefðu svona bein tengsl inn í skólana og segðu þeim frekar fyrir hvað ætti að gera. Allir skólar ætti í rauninni að vera eins, jafn góðir, þannig að það skipta ekki máli í hvað skóla þú færir. Og þess vegna settu stjórnvöld þarna nálægt 1990, mögulega Svavar Gestsson, þá menntamálaráðherra. Það voru sett á svona svæðisskipting á höfuðborgarsvæðina. Það var skipt í 6 svæði og nemendur á hverju svæði höfðu forgang að því að innritast í skóla á sínu svæði. Og svo þegar skólarnir voru búin að taka nemendur á sínu svæði þá máttu taka inn aðra. En áður en við höldum lengra af því að nú menntamálaráðherra með í bígerð svæði skrifstofur, tengist það einhverju leyti því sem við erum að ræða núna? Já, það svo óútfært að ég get nú eiginlega ekki tjáð mig það þannig, en ég veit þó, ég hef talað við skólameistara í framhaldsskólum hérna utan Reykjavíkur og þeir eru ekkert endilega á móti þessu. Þeir segja sem svo að skólarnir þurfa meira afl til að sinna þessu fjárhagsdæmi og mannauðsmálum og slíku og hérna. Þannig að það væri gott ef að væri hægt að styrkja þá í því eins að ráðuneytið, það úrskurðar aðili einhver álitaefni, en það líka sá aðili sem að leiðbeinir álitaefnin. Já. Þannig að það virðast vera allavega einn hvati þarna á sviði ráðuneytis og annar á sviði skóla sem að kalla eftir þessu. En hvort þetta góð hugmynd með nýtt stjórnsýslustig, ég bara veit það ekki að hvort það mætti leysa þetta einhvern veginn öðruvísi.
Einmitt. Bara forvitnilegt út frá því sem þú sagðir að svona velta því upp. En Já, en sko, hvað voru þetta margir nemendur sem þú varst að skoða? Mér minni að það hafi verið 3544 sem ég hafði allar upplýsingar í gegnum allt og ég skoðaði innritunina. Já. Í hvaða skóla innrituðust nemendur og hver var þjóðfélagsstaða þeirra. Já. Það kom ljós að þjóðfélagsstaða var mjög misskipt á milli skóla. Já, hvernig? Já, hún var mjög há í nokkrum skólum og greinilega lægri í öðrum hópi skóla. Eru það henni svo kalluðu elituskólar stundum nefndir? Já, vafalaust. En ég þurrkaði nú út nöfnin strax í upphafi og reyndi bara að vita ekkert um það. Hvaða skóli var hvaða punktur hérna á línuritunum eða myndunum væri hvaða skóli. Okay. Þannig ég þurrkaði nöfnin út. En það vil ég vita hvaða öfl er að verki en ekki hvaða skóli er hvað. Og hvaða öfl er að verki? Já, það er greinilegt að við innritunina þá skiptir hérna þjóðfélagsstaðan öllu máli. Eða miklu. Jáhá. Það er bara gögnin æpa á þá niðurstöðu. Sko, þó þannig að þetta fellur algjörlega saman við einkunnir. Það er líka sami miklu munur á meðalengun nýnemahópa. Þannig að í skólanum sem eru hæstir þá fer það saman mikill námsárangur, fyrir námsárangur á samræmdu prófi í íslensku eða stærðfræði og háð þjóðfélagsstaða. Þannig að það var meginreglan. Og svo var í hináttina líka lág þjóðfélagsstaða og lágar einkunnir. Það var tiltekinn hópur skóla. En svo eru þetta langflestir bara nálægt meðaltali. Já. En hvað segir þetta okkur um stéttaskiptingu? Það segir okkur að það er ráðstafanir sem að hefur verið gripið til í skólakerfinu hafa ekki getað afnumið stéttaskiptinguna. Það er allavega ljóst. Já. Og það er byrjað miðja 20. öld. Þá eru til embættismannaskólar sem að mennta embættismenn fyrir ríkisvaldið. Það eru MR og MA, er það ekki fremstir í flokki? Já, það voru nokkrir skólar sem að útskrifuðu stúdenta þá. Allir hafi ekki verið 2 og svo 3 með Vesturnaskólanum og svo MH kom það seinna. En ég var ekkert að pæla í því, hver var í hvað. Heldur hitt að byrja 2000. Þá er þjóðin búin að fá fullt af peningum 1946 og hún er nýfrjáls og hún ætlar sér stóra hluti. Eins og aðra þjóðir, nú er komið friður og nú skulum við byggja friðsamt og gott samfélag. Og þá er spurningin, hvernig á að velja nemendur inn í langskólanám sem að fólk var framsýnt og sá fyrir að yrði miklu algengara heldur en þá var. Já. Og niðurstaðan var samræmt próf, svo kallar landspróf. Og það var tekið í heima héraði og allir nemendur, allir á landinu tóku sama prófið á sama tíma og einhvern af því réði því hver komst inn í hvaða skóla. Og þetta var hugsað sem jafnaðartæki? Já, þetta var jöfnunartæki og það hefur verið sagt að þetta hefur verið sem sagt sigur landsbyggðarinnar sem að er vissulega, en þetta var líka sigur fyrir hinnar lægri stéttir, því að þarna var hægt að sýna sig og sanna. Já. Og svo gerist það þróunin frekar hæg næstu kannski 15 árin, en svo fara framhaldsskólar að þeim vera fjölga, hratt og örugglega og tímabilinu á 1960 eitthvað mikið og svo fram yfir 1990 þá eru stofnaðar margir nýjir framhaldsskólar og byltingakennda nýjungin er fjölbrautaskólinn, þar sem er bæði hægt að vera í iðnnámi og bóknámi og þar sem að nám í einu gengur í hinu, þar að segja að einingarnar eru notaðar til að byggja undir stúdentspróf og margir stúdentar núna hafa einhvern bakgrunn í iðnnámi. Þannig að, og þá svo eru tekin upp samræmd próf sem eru hugsuð fyrir alla, ekki bara einhvern lítinn hóp sem að gengur vel að læra, heldur fyrir alla. Allir eiga að taka samræmd próf, þannig að það sé hægt svona af öryggi og af faglegu vissu
leiðbeina fólkinn það, hvað á að taka við. Þetta allt hugsað í svona, þetta þjóðbyggingarstefna ef svo má kalla. Og þetta víðtækt pólitískt samráð að það eigi að auka jöfnuð, alveg talsvert til vinstri og talsvert til hægri. Já. Yfir miðjuna og það eru engin flokkur eða neitt sem að svona hælbítur á þetta. Menn eru meira og minna sammála þessa þróun og það ekki fyrr en hægri bylgjan kemur í lok 20. aldar sem að einhver tekur svo út úr og vill fara að breyta þessu. Já. Og hver, skoðaður eitthvað hag dreifbýliskrakka þarna samanber börn sem alast upp þéttbýli? Já, ég skoðaði það vissulega eitthvað, en búseta virðist ekki hafa verið mikill munur. Það einhver munur, svona heldur betri námsárangur í Reykjavík og það kom þarna smá vísbendingum að tekjur á fjölskyldna á landsbyggðinni hafa juku líkurnar á því að ljúka framhaldsskóla á landsbyggðunum eða landsbyggðinni á meðan að svona menningarlegar eigur og menningarauður ef að maður kalla það sem að jók líkurnar frekar á höfuðborgarsvæðinu. Það var smá munur en ég fann ekki meira. Það var kannski merkilegur munur að þó að stéttaskiptingin hafi ekkert látið undan við tilraun til að vinna gegninni fyrst með landsprófunum og svo með samrændu prófunum. Þá virðist þetta ár sem að stúlkur á höfuðborgarsvæðinu sem voru af lágum stigum fengu góðar einkunnir, þær notuðu tækifæri til að færa sig úr úthverfum eða í einhverjum nærliggjandi bæjum í eftirsóttu skólana sem voru þarna allir á einu og sama svæðinu. Þær notuðu tækifærið. Á meðan að strákar í sömu stöðu, þó þeir fengju góða einhverju starfræði, þá voru þeir minna líklegir til að færa sig og almennt voru strákar minna í því að nota tækifæri sem góðar einhverju gáfu þeim. Þannig að þetta kerfi, það virðist hafa gagnast stelpum sem voru góðar starfræði og lágum stigum. Þær færðu sig úr sínu breiða holti og yfir í sinn eftirsótta skóla. Geturðu lagt eitthvað út frá því? Já, þetta kom sem sagt bæði óvart en svo líka ekki. Það hefur verið athugað alveg frá fyrir 100 árum. Þá var þegar búið að nota samræmt próf í allmörg ár. Lestrarpróf sem voru lögð fyrir börn til þess að vita hvernig þau stæðu í lestri. Og þá tókum menn eftir því að stúlkur af lágum stigum að þær stóðu svo oft vel í skóla. Þetta fyrir 100 árum. Síðan þegar Sigurjón Björnsson og Þórólfur Þorlindsson og fleiri er að rannsaka börn í Reykjavík 1970 eitthvað. Þá taka þeir eftir því sama að stúlkurnar sem eru þarna af lægri helmingi þjóðfélagsstöðunar, þær standa sig vel í skóla og virðast sem sagt nota skólan sem grípa tækifærið til að bæta stöðu sína. Og þannig að þetta ætti ekki að koma okkur eitt á óvart. Kerfið virðist hafa opnað tækifæri fyrir stúlkur af lágum stigum. Og þá komum við ennþá stærri spurningu sem að menntasókn kvenna eftir á seinni helmingi 20. aldar. Að 1960 þá var 1 stúdent af hverjum 20 var kona. En 1980 þá eru 10 af hverjum 20 stúdentum konur. Og þetta ekki langt tímabil, þetta bara frá deginum í dag og aftur til 2005. Sem við munum öll vel. Sumir kalla þennan tíma, kalla á 60 eins og ég, sem stendur á 60 eins og ég, sumir kalla þetta besta tíma Íslandssögunnar. Já, þetta örugglega. Það var allavega mikið að vera, bæði í efnahagsmálum og menntamálum. Já, einmitt. Sjá, menntasókn kvenna, var það landsprófið sem að braut þennan múr að konur kæmust til mennta. Já.
og voru það samrættuprófi. Og hvað gerist ef við afnumum hvort tveggja? Er ekki verið að tala bakslag í jafnréttismálum? Okkur finnst kannski alveg gjörsamlega sjálfsagt að ef við förum til læknis þá læknaneminn stúlka. Já. Að kona auðvitað, þú þurrkar þetta út fyrir mig. Já, þetta allt saman mjög áhugavert. Sko, hvernig munu þessar rannsóknir og þessar niðurstöður nýtast svona í þekkingar samfélaginu? Já, sko, það virðist vera að námslokin líkur á að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Það fer eftir námsárangri í grunnskóla. Og þó ég hef nú ekki þorað að skrifa það auðvitað í þessa ágætu ritgerð, að þá vaknar svo spurning hvort það skipti einhverju máli í hvaða framhaldsskóla maður fer. Ef að árangurinn í grunnskóla segir bara alveg fyrir hvort þú klárar í framhaldsskóla. Já. Og kannski þetta bara góða fréttir að framhaldsskólarnir taka við nemendum þar sem þeir eru og leiða þá áfram og líkurnar á að klára minnka ekkert eða aukast. En auðvitað ættu þeir að myndu við vilja að framhaldsskólarnir tæki við nemendum og líkurnar á að klára nám myndu aukast. En við höfum haft þetta vandamál í áratugum saman eða höfðum og við höfðum áratugum saman þetta vandamál að stór hluti fór inn í framhaldsskólana og fekk lítið sem ekkert út úr því. Já. Og hvítbókin frá 2014, þar sem var svona stefnumótunarskjal af hálfu stjórnvalda og þeir ætluðu sér tvennt. Þeir ætluðu að stórhækka árangurinn í PISA í grunnskólum og það hefur nú farið í þveri öfugátt síðan. Heldur betur. Þeir ætluðu líka að minnka brotthvarfið úr framhaldsskólum og það hefur gengið eftir. Já. Þannig að það er ekki hægt að segja að hvítbókin hafi verið, eða það hafi allt misheppnast síðan hvítbókin var á hét. Það eru miklu fleiri sem að klára í framhaldsskólan. Já. Og svo það kannski önnur umræða hvort að af hverju leyfum við skólum að verða svona einsleitir skólar með mörgum nemendum með sama þjóðfélagsbakgrunn. Já. Og með hennar Svíar sem upp úr 1990 þegar við vorum með sama norrænu líkanu og við. Nema hvað þar var alltaf bannað að taka inn eftir einhvernum og í staðinn þá voru byggðir framhaldsskólar í nær umhverfi allra. Þannig að allir höfðu aðgang á framhaldsskóla og menntaði yfirvöld sögðu framhaldsskólarnir eru allir jafn góðir, skiptir ekki máli í hvernig farið. Farið bara í einhvern skóla sem nálægt ykkur. Og svo gerð þarna risastór nýfrjálshyggjutilraun upp úr 1990 að innreitunarreglunar eru þannig að hver sem má sækja í hvaða framhaldsskóla Hver sem má stofna framhaldsskóla og reka hann og þá ef menn geta rekið þennan skóla með hagnaði og greitt sér arð, þá mega það. Framhaldsskólum stórfjölgaði í Svíþjóð. Nemendur fóru að fara meira á milli út fyrir sitt heima fyrir innritunarsvæði. En áfram var bannað að miða við einhvernir. Og þetta hefur breytt einhverju svona í nærumhverfinu að það hafi eitthvað safnað saman svona sterkari hópar í einhverja skóla en það kemur mér á óvart þegar ég les þessar rannsóknir, vandaðar rannsóknir, hversu lágar tölurnar eru, hversu lítil áhrifin eru. Og það er áfram bannað að miða við einhvernir. Það er ekkert slíkt. Ef að skóli segist vera að leggja áherslu á tónlist, þá á hann að draga til sín nemendur með tónlist og sinna þeim. Það er svona hljótum Íslendingar að ræða það. Er það örugglega gott að leyfa þessu kerfi að vera svona, að það sé svona mikill félagslegur munur? Hann allavega var, ég veit ekki hvort hann hefur breyst, ég fékk smá vísbendingum að hann hafi lítið breyst eða ekki neitt. En sko það bara allt í lagi að það séu til skólar sem að skera sig frá allum öðrum og varðar einkunnir og þjóðfélagsstöðum. Þetta allt saman mjög áhugavert. Svona rétt í lokin Þorlákur Axel, hvað var það sem að skóp hugmyndina? Svona, hvað gerist hjá þér áður en þú lagðist í þessa rannsókn? Hvað keyrði þið áfram?
Það var umræðan við kennaraborðið við í kennarastofu Menntaskólans á Akureyri. Já. Þar hafði ég setið í yfir 20 ára og við höfum rætt menntamál af miklu innsæi og ákafa og það var nú þar sem að áhuginn kviknaði á þessu. Svo var ég nú fenginn í stundakennslu við Háskólann á Akureyri og þá sá ég það að þetta var eitthvað sem var hægt að rannsaka. Já, við tveir vorum á sama tíma í Menntaskólanum á Akureyri. Þú ert reyndar 1 eða 2 árum eldri en ég man ekki hvernig það var. En maður einmitt þú kannski tekið eftir eins og ég að bakland nemenda var nú ansi ólíkt. Bjargir þeirra til þess að nema í þeim skóla á þeim árum sem við vorum þarna tveir, þær voru mjög misgóðar. Já, alveg greinilega. Og maður að fatta það nú þegar maður var alveg fullorðinn að sjálfsagt hefur verið efnahagur fólks verið bara mjög mismunandi en það voru mjög margir nemendur með sterkar forsendur til náms. Þannig að því leitinu til var þetta líklega einsleitur hópur en varðandi fjárhæðin þá ég hræddur að margir hafi verið býsna blankir. Já, en þarna var samt búið, við erum þannig séð á tímum þar sem búið að velja, það búið að fleyta rjóman, hvað þurfti maður að hafa 2B og 2C, ég man ekki hvernig það var, þannig að Það að fá A, B, B, A, ABBA, það var náttúrulega alveg meiri áttar. Já. Ég þekkti einn sem fekk ABBA. Já. Svo var annars sem fekk A, C, D, C, hann var ekki ánægður með það. Nei, en það held ég hafi samt dugað ágætlega. Já. En ertu núna að kenna við Háskólann á Akureyri eða? Já, ég gerði það. Ég kenni við Háskólann á Akureyri. Já. Og ertu farin að semja kennsluefni út frá þínum rannsóknar niðurstöðum? Já, ég reyna að koma þessu að eitthvað Svo ég að kenna aðferðafræði. Ég ætla nú að reyna að kenna nemendum aðferðafræði fyrir kennara og skólastjóra. Já, einmitt. Frekar en svona rannsóknar aðferðafræði. Mér langar til að reyna það, að sjá hvort það ekki tölfræði sem að kennarar og skólastjórar geta notað. Það verið að róta upp gögnum skólastarf í stórum stíl alla daga. Og það má ekki gerast að kennarastéttin hafni þessu og segja að þetta komi sér ekki við og þetta PISA-dót, það ekkert sem að segja neitt. En á sama tíma þetta notað til þess að taka mikilvægar ákvarðanir skóla. Og pressan kemur líka utan að vera svona á hinsegin og þess vegna þarf að virkja kennarastéttina í því að hafa ást á tölfræði og nota hana í starfi sínu. Já. Það það sem ég myndi vilja í svona kennslu, fá djúpan lesskilning á tölfræði og nota hana. Já, ég tók 3 aðferðafræði kursa á 50-aldri. Já. Þannig að ég hef gert mitt. Já, það aðferðafræði frelsandi námskeið, eins og þú veist á sjálf. Eru það ekki alveg fyrirtaksloka orð? Þorlákur Axel Jónsson, til hamingju enn og aftur með að hafa klárað doktorinn. Það stór stund, ég hef verið við doktorsvörn og þetta mikið afrek, vegnið vel og takk fyrir að spjalla við okkur á samstöðinni þínar niðurstöður. Takk svo bless. En ekki fara langt, kæru hlustendur, við höldum áfram með þáttinn eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, auðvelt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.